ætlum við að setja okkur í samband við sveitafélagið Ölfus og þar Barbara Guðnadóttir. Komdu sæl. Sæl og blessaður. Hvernig hefur það í dag? Bara alveg rosalega fínt. Hvernig er veðrið við ströndina? Er kalt? Það alveg hryllilega gott. Já, svona eins og alltaf. Já, bara dásamlega kalt, þannig að við fáum brakandi snjó og því líka fegur. Já, hvernig svona færi fyrir konu eins og þig, mikla skíðakonu, er þetta ekki yndislegt? Þetta algjörlega dásamlegt, það bara verið að plana Bláfjallaferð. Er það ekki? Það ekkert annað, jú, það spáir fínu veðrina og fínu veður helgina, ætla ég að segja. Já, spáir þínu veðri? Þetta er eins og bestur ákosið, það mikill snjór og hann svona, það nógu kalt til að færi sé alveg frábært. Við erum með smá púður og svona þétt og gott færi. Já, er það ekki kjör aðstæður? Það er bara það besta. Er það fyrsta skiptið sem þú ferði á skíði þá í veturinn? Nei, ég náði þar síðustu helgi, þá það var dásamlegt líka, það var svolítið kalt, það var svolítið mikill vindur. Já. Núna ég veit að fólk sem fór að skíða í gær alveg í skíjónum af því að það var náttúrulega bara logn og sól, það er dásamlegt. Já, það alveg í skíðunum. Og þá finnum maður ekki fyrir kuldanum. Nei, það er nefnilega málið. Þetta alveg rosaflott. Á meðan það er ekki vindur og þá er þetta í lagi. Já, sko það má ekki vera of mikið rok, þá verður svolítið kalt, sérstaklega ef maður þarf að fara upp í liftunum, það er kannski annað ef maður er á gönguskíðum, þá heldur maður í sér hita og þetta er svona öðru vísi, en maður þarf alltaf, og sérstaklega það er búið mikið af fólki, þannig að myndast langar raðir og maður þarf að bíða og þá er eins gott að vera vel klæddur. Já, heldur betur. Talandi vind og frosta, þá skiptir náttúrulega vindur miklu máli hvort það sé mikil vindkæling, það er eins og í Norður Noregi, það er búið að vera 40 stiga gattur en engin vindur. Þannig að fólk finnur lítið fyrir þessu, þrátt fyrir gríðalegt frost. Já, það munar rosa miklu. Við getum verið í ekki svo miklu frosti og miklu roki og manni finnst bara óbúslega kalt. Já, nákvæmlega. En ef við færum okkur aðeins... Við fengum náttúrulega rosalega mikla snjókomu hérna í byrjun vikunar og það er alveg óbúslega mikill snjór hérna hjá okkur. Nú, ég hef ekki tekið eftir því. Líka hjá ykkur, já, það er út allt. Já, það var bara... Þetta snjóhrúurnar allstaðar og krakkarnir leika sig, þetta er dásamlegt. Já, ég veit eitt sem að setti bílinn inn í bílskúr og bara svona alltaf að hafa hann heitan morguninn en svo fór hann út og þá náttúrulega sást ekkert í bílskúrinn fyrir sköflum. Já, en hann komst út. Já, en hann var í góðan klukkutíma að moka sig út. Já, hann var að búa sér til þokkalega vinnu. Já. Moka frá öllu bílskúrnum. Algjörlega. Þetta maður er í bara fínasta formi eftir vikubyrjun. Já. Þetta var ágætt að lenda í smá snjómokstri. Það segir einmitt inn á ölfus.is að svona áminning til íbúa að moka frá sorpbílótum. Já, það er vist betra. Og það getur verið svolítið mikið vinna fyrir marga. Allt þetta var svo mikið, vindur náttúrulega allur úr einni áttinni og rúaðist upp. Sumir eru heppnir, aðrir frekar óheppnir. Þess er misskipt. Sumir eru sáttir og aðrir ekki? Þetta er svona, en að því að við vorum að tala einmitt að hreyfa sig og yfka einhverja skonar íþróttir og svona, þá erum við að sjá fram á skemmtilegan viðburð hérna helgina í Þorlákshöfn. Þá verður tilkynnt hver hefur verið valinn íþróttamaður ársins 2015. Það er alltaf spennandi og margir sem að hafa verið tilnefndir, náttúrulega hvert félag tilnefnir einhverja. Jú. Og svo verður valið. Þetta er flott íþróttafólk sem við eigum hérna. Þannig að það er gaman að fylgjast með því og fá upplýsingar hvernig þetta fer allt saman. Hvernig heppnuðust nýjar tónleikar Lúðrasveitarinnar? Þeir voru algjörlega dásamlegir. Það var troðfullt. Þetta var í Stórasalnum og það var fullt. Þarna var Lúðrasveitin prúðbúin og flott eins og alltaf og við fengum og voru að flytja, það voru þessi típisku vínarlög sem að tónlist sem að maður svona tengir við vínartónleika en ekki mikið af þeim. Það er svona römmuði svolítið inn dagskrána en svo voru bara sönglög og syrpur og þetta var bara algjörlega frábært. Þetta eru þetta einstök sveit.
Þetta einstök sveit. Þetta alveg bæði, þau eru náttúrulega bara spila flott og eru ekkert feimin við að taka eitthvað nýtt og ýmislegt sem að fólk þekkir svo sem að þekkjum vinn minna en það líka bara svo mikið kraftur í þeim. Það bara, maður finnur það bara alveg gífurleg stemning. Svo eru líka meðlimir sem geta bara sungið fellega vel. Já, enda fengum við að heyra söng. Hún, Anna Margrét, spilar á klarinettu í Lúðrasveitinni. Klarinett, hún steig fram á sviðið og söng þarna nokkrar perlur. Afskaplega fallegt. Söng og leikuna? Já, söng og leikuna, akkurat. En talandi leik, þarna var líka leikfélagið að frumsýna 2 svona stuttverk. Mjög skemmtileg. Það var mikið hlegið. Þetta var alveg frábært. Þvílík menning í Þorlákshöfn? Alveg rosalega, það bara ótrúlega mikil menning. Þetta bara frábært. Það alveg, þetta bara svo, mannlífið bara svo frábært. Já. En það það ofta á svona litlum stöðum, fólk fær að blómstra og njóta sín. Algjörlega. Ég sé hérna inn á hafnafrétti.is, þetta nú fréttavefur sem sífellt að sækja sér veðrið. Mjög flottur Herjólfur, hann nú búinn að sigla ansi mikið í Þorlákshöfn fyrir árið 2015, ekki bara ánægja með það hjá ykkur allavega? Mér finnst það alveg ferlega gott að sjá Herjólf koma. Ég nefnilega býð svo vel að ég get séð hann bara út stofugluggann hjá mér. Já, þetta eru 189 dagar í Þorlákshöfn fyrir 2015. Já, það já, og ég hef ekki samanburðin, ég veit ekki hvernig það var árið áður, en það samt, Herjólfur hefur verið að sigla hingað mjög mikið yfir veturinn. Það hefur reynst erfitt að halda Landeyjahöfninni opinni þegar gerir þetta veður að við fáum í veturtíman. Nákvæmlega. Við erum bara rosalega glöð að fá Herjólf en skiljum náttúrulega vel að þetta séu erfið aðstæður fyrir Vestmannaeying og þá sem að fara á milli. Já. Og ég held að það sé samt af tvennu illu, þá betra að vita hvert maður fer þó að sé maður þurfa að fara lengri leiðin. Jú, já. Það sé ekki þetta fram og tilbaka, þannig ég held að það hafi verið fólk séu svona almennt ánægt með að vera tekin afstæða til þess að láta hann bara ganga hinga þá. Já. Maður sér að skiltin eru komin upp og voru komin upp fyrir þá nokkru að vísa fólki hingað í Herjólf. Þannig að ég held það sem verst í þessu öllu, eða kannski erfiðast fyrir fólk og sérstaklega þá sem í ferðaþjónustu, það þeir ekki hægt að stóla á hlutina. Það svona bara fram og tilbaka og þetta þarf að vera að bara fylgjast með til að vita hvert ferjan fer. Já, algjörlega. Það hlýtur að vera erfitt. Með bókasafni hjá okkur, það náttúrulega alltaf eitthvað í gangi hjá ykkur? Já, það rosalega gaman hjá okkur þessa dagana. Við erum alltaf að pröfa eitthvað og gera eitthvað. Við vorum núna að búa til svona lestraráskorun fyrir fullorðna. Já, ég búinn að prenta hann út. Já, þú búinn að prenta hann út. Þetta alveg 43 eða 4 liðir sem að fólk hvatt til þess að skoða. Það aðeins verið að reyna að fá fólk til að fara kannski út fyrir svona þetta sem þeir yfirleitt að lesa, fá fólk til að lesa náttúrulega meira og kannski eitthvað nýtt. Þarna eru alls konar áskoranir. En svo að því að það var svo mikið ánægja með þetta og fólk var að prenta þetta og setja þetta jafnvel upp á ískópin heima og ætla að nýta þetta fyrir alla fjölskylduna. Það ákvað að búa líka til lestraráskorun fyrir krakka. Já, frábært. Og hún komin í loftið og hægt að skoða þetta allt saman á vef bókasafnsins. Ölfus.is og fara þar inn í bókasafn? Já, akkurat. Ég held að sé líka bara ölfus.is/bókasafn. Já, nákvæmlega. Ég þarf að kíkja á þetta lestraráskorun. Já, endilega og þetta ætti bara nýtast sem flestum. Þetta skemmtilegt. Já. Talgi að fólk í einhverjum lesringjum og öðru slíku, þá þetta nota þetta sem útgangspunkt. Algjörlega. Þetta bara eflir lesturinn eða svona hvetjandi. Lestarhvetjandi og allir náttúrulega að vinna í því að hvetja til lestur. Já. Og ég hvet líka fólk til að skoða annað skemmtilegt sem að fara af stað. Það var nefnilega verkefni sem fór á stað í fyrra, það var allir lesa. Þar var hægt að, þetta svona eins og býtu ekki
allir hlaupa eða það var svona hreyfiprógram þar sem hún gott sett inn, það vinnustæðir gátu að ganga eða eitthvað, það var allavega eitthvað íþróttatengt þar sem var hægt að setja inn á vefsíður hvað þú varst búin að ganga eða hreyfa þig mikið þennan daginn og svo voru hópar að taka sér saman og skrá sér sem lið. Þarna, það sama gildir þetta nema hvað, í staðinn fyrir að hreyfa sig þá eru fólk að lesa, ekki náttúrulega hreyft sig með að lesa, það er ekkert sem stoppar það af. Nei. En þarna getur fólk tekið sér saman, hann geta vinnustæðir tekið sér saman og vinahópar eða bara einstaklingar og skrá þá lesturinn og svo bara hægt að fylgjast með hvernig gengur og svo þetta svona keppni. Þannig að þeir sem eru með mikið keppniskap, þeir bara gera ekkert annað en að lesa. Þetta mjög skemmtilegt og þetta svona verkefni sem að verður á landsvísu og hægt að fara inn á vefsíðu sem heitir bara allirlesa.is og skrá sig inn þar eftir 15. janúar sem bara á morgun. Og svo hefst þetta 20. og 2. janúar og í mánuð. Frábært. Hvernig fólk til þess að vera með í þessu? Endilega skoða þetta er mjög skemmtilegt og þetta er flott vefsíða, þetta er flott sett upp, þetta er mjög einfalt og það er svolítið gaman að fylgjast með því líka hvað maður sjálfur er nær að lesa og svona algjörlega 30 daga sjá sinn afrakstur. Já, akkurat. Hvernig, svona lokum, er ekki almenn ánægja með körfuboltaliðið Þór? Jó, rétt ímyndaði það. Þeir mæta núna Þeir mæta Keflavík núna í undanúrslitum, þetta er bara frábært. Þetta er meira áttar, þetta er afskaplega gaman. Eru Þórsarar að fara að vinna þetta? Ekki spurning. Ekki spurning. Við treystum á litla kallinn hann Ragnar. Já, það er nákvæmlega litla kallið sem við horfum upp til. Já, nákvæmlega. Herra, þetta er flott, Barbara, takk fyrir þetta og eigðu góða helgi sem framöndan er og við heyrumst eftir viku. Takk fyrir leiðis. Takk.